við þurfum að finna leiðir til þess að sú þjónusta sem í boði í heilbrigðiskerfinu sé innan kerfisins og ekki utan. Það sé ekki fleiri og fleiri staðir þar sem verið að bjóða upp á sérlausnir þar sem þú getur farið fram fyrir röðina og fengið þjónustu gegn fullri greiðslu, hvort sem það heilsugæsluþjónusta, liðskipti aðgerðir eða bakgerðgerðir eða augasteinaskipti. Þá viljum við gjarnan vinna að því að þessi þjónusta verði veitt innan kerfisins. Þannig að allir fari í sömu biðröðina, allir séu á sama biðlistan sem þurfa á þjónustuna að halda og byggja upp mjög öfluga heilsugæslu sem með tímanum verður þá öfluga, þar fyrsta stoppið, að þú leitar alltaf fyrst á heilsugæsluna og miða við það að minnst að kosti 80% tilvika að þá leysist málið í heilsugæslunni, en að sé heilsugæslan sem metur það hvort það þurfi aðra sérhæfðar í þjónustu og hjálpar þér og stýrir þér á réttan stað í kerfinu ef það ekki, og það sé þá alveg sama hvaða efnahag þú býr yfir að þá ferðu í sömu röðina til að fara í liðskipti aðgerð, augasteinaskipti til hjartalæknis, með barnið til barnalæknis eða hvað það Þannig að það þannig sem við viljum nálgast þetta. En það útilokar ekki að sumir þeirra sem veita þjónustuna geti gert það án þess að vera starfsmenn ríkisins, heldur sem sjálfstætt starfandi einstaklingar. Það engin þversögn í því að mínum mati.